íslensku krónunni þótt óróa hafi orðið vart á gengi hennar að undanförnu. Þótt efnahagshorfur sé ekki mjög bjartar, telur hann óþarfa að mála skrattann á vegginn. Þetta kom fram á Austurvelli í morgun. Ólöf Rún Skúladóttir. Hátíðahöld þjóðhátíðardags hófust að venju í höfuðborginni með því að forseti borgarstjórnar Helgi Hjörvar lagði blómsveig frá Reykvíkingum á leiði Jóns Sigurðssonar í kirkjugarðinu við Suðurgötu. Við Austurvöll hófst hátíðardagskrá með ávarpi formanns þjóðhátíðarnefndar Steinunnar Vaff Óskarsdóttur. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, lagði blómsveig frá íslensku þjóðinni að minnisvarða Jóns Sigurðssonar. 2 háskólanemar báru sveiginn. Forsætisráðherra flutti að venju ávarp og fjallkonan Þórunn Lárusdóttir, þessu sinni, var á sínum stað og flutti nýtt hátíðarljóð eftir Matthías Jóhannessen sem hann samdi í tilefni dagsins. Meira segja nú, þegar alþjóðavæðing er heróp tímans, þegar landamæri eru óðum að missa merkingu sína og þegar þjóðarstolt og þjóðarást eru pólitísk bannorð víða hvar, hefur 17. júní enn þessi áhrif á Íslandi. En þjóðarást okkar og stolti og samkennd fylgja engar öfgar. Þótt eitthvað hafi dregið úr verkfallsdögum á Íslandi að sögn ráðherra eiga Íslendingar þó enn heimsmet í verkföllum. Engum einum er að kenna að sögn Davíðs, en tapaðir dagar eru tapað fé. Og hann spyr hvort rétt sé jafnvel að fella niður hátíðahöld þegar á móti blæs. Nei, er svarið. Og það er ekki ofmælt að nokkuð hefur gefið á bátinn síðan við sáumst hér á Austurvelli síðast. 2 mánaða kennaraverkfall, lengsta sjómannaverkfall í síðari tíma sögu og erfið lagasetning til að binda endi á það, niðurskurður á aflaheimildum og gengisveltingur með tilheyrandi verðbólgukviðu, svo það helsta sé nefnt, eru varla sérstakt fagnaðarefni. Þótt ekki skuli gera of lítið úr þessu er hins vegar varasamt að gera of mikið úr tímabundnu andstreymi íslensku þjóðarinnar að sögn forsætisráðherra. Orðtækið segir, ef þú ert komin ofan í holu, hættu þá að moka. Með öðrum orðum, gerði ekki illt verra, málaði ekki skrattan á veggi. Davíð Oddsson segir vandan að miklu leyti heimatilbúin, vanda sem þjóðin eigi að geta leyst og beri skylda til að leysa. Gjaldeyrismál og viðskiptahalla bar einnig á góma á Austurvelli. Davíð segir vísindalegum vinnubrögðum mat á þorskstofninum verulega áfátt, þegar hafi verið stigin skref til að bæta úr því. Gengisóróleikann segir hann aðalega stafa af tvennu. Löngu sjómannaverkfalli með yfirvofandi gjaldeyristurð á sama tíma og Seðlabankinn hvarf úr hlutverki barnfóstrunar í gjaldeyrismálum. Ábyrgðin var flutt yfir á viðskiptaaðila á gjaldeyrismarkaðnum og augljóst er að þeir hafa ekki enn fyllilega náð þar áttum. Gjaldeyrisórói, eins og sá sem hér hefur orðið, er vel þekktur við þær aðstæður sem nú ríkja og mun ganga yfir hér sem annar staðar. Fráleitt er þegar jafnvel ábyrgir aðilar þjóta upp og vilja leysa slíkan skammtímavanda með því að kasta frá sér hinni íslensku mynt í einu vetfangi.